right, Birta. All right. Má bjóða þér te? Yes, please. Herra, það var stór dagur í dag. Já. Hérna, það ekkert eitthvað kekja stór dagur, en það var stór jarðskjálfti. Það var risastór jarðskjálfti. Risastór. 5,7. 5,7 á Richter. Það rosalegt. Hérna, fannstu fyrir honum? Ég bara fann ekki neitt fyrir honum. Eina ástæðan okkur ég vissi að þið stelputjættið var bara að fríka út. Ég var bara, hvað það að tala um? Já, því að Snapchatið hjá okkur stelpunum var alveg bara, oh my god. Já, og ég var bara styrtu á meðan. Ég fann ekki einu smá fyrir þessu. Nei, ég áttum ekki á, sko. Ég satt heima við borðið og við búum upp á 3. hæð. Og fyrst var þetta svona eins og, ég veit ekki, tröll var að hlaupa upp stegana. Svona eitthvað sem væri 300-400 kíló, þú veist, ég myndi aldrei finna fyrir neinum neinni mannesku, þú veist, eitthvað hlaupa upp og niður, skilur. Þú veist, ég myndi ekkert finna fyrir inn til mín, en fyrst var ég bara svona, veistu, svona þegar þú ert upp á háalofti og það er svona hristast að þið eitthvað að hlaupa upp, þetta er svona þannig tilfinning. Draugagangur. Já, og ég var bara svona, veitu, hver að hlaupa þetta upp? Þú veist, þessu væri bara eitthvað sérsveitin væri mætti, eitthvað bara geðveikt margir. Og svo bara allt, bara restina í íbúðinni fór bara hristast og þá var ég bara, what the hell? Oh my god. Svakalegt. Já, það var rosalegt. Svo vinkun okkar lendi ég að bara speilin datt af veggjunum og eitthvað, ég var bara, hvað er gangi? Ég var bara að chilla í styrst á meðan. Það er bara crazy að því að þú varst heima, að þið veit að oft tala um, þú veist, þeir sem eru í bíl finna ekki fyrir þessu, þú veist, þeir sem eru að keyra á ferð, en að þú varst heima, einmitt. Að þú hafir ekki fundið fyrir þessu. Líka í styrtu, akkur rann ég ekki bara, þess að þið er svona baðkarstyrtu. Já, einmitt. Það getur hættulegt, en... Já, ok, sem betur fyrir að ekki finna, veist, gott að þú dast ekki. Já, en ég langaði þess að finna þann, ég var alveg smá fúl, því að funda hann allir nema ég. Funda hann allir, já. Við settum með mitt í stóri, hérna nælonlægið, 5 á Richter. Gekkja lag. Iconic lag. Rúglega springa upp í dag. Það lítur að vera. Já. Ertu búin að sjá hvað marga vera að posta því? Nei, engum sko, nema okkur. We're so original. So original. Æ, hvernig veistu þetta te? Þetta er bara fínasta te. Hvernig þér? Ég veit það ekki alveg. Þetta bræðast smá eins og svona fjólublass skitles. Það er rúglega versta skitlesi. Já, sko, ertu almennt ekki fan af skitlesa? Ég er ekki mikið fan af skitles, sko. Nei, ef mér skitla alveg lagi, en já, fjólublá er... Örugglega versta sá. En þú veist að þú erum öll með samanbragð. Hætti. Nei, það er alveg satt. Það er ekki rétt. Jú, þeir eru öll með samanbragð. Þetta er eitthvað samsæriskenning. Nei, oh, nice try. En nei, ég sver, þeir eru öll með samanbragði. Þeir eru bara með mismunandi lyktarefnum. Já, náttúrulega 50-50 lykt og bragð. Já. Þannig að þú veist, bæði M&M og Skittles, þetta er allt sama bragðið. Ok, M&M 100%, já. Já, en Skittles líka. Hvað ég veist ekki. Nei, ég er nokkuð viss. En svona súrt Skittles, það er ekkit eins. Nei, það er bara lyktin. What? Þetta er bara súrlykt. Stopp. Nei, ég sver. Ég heyrði þetta, ok, ég ætla að googla þetta á meðan við erum það. Ég vissi ekki að þú varum að fara. Sturlaða staðreyndir í boði Birtu Líf. Já, ok, mæki minn er svo fyrir tölunum minni. I need to show you. Ég ætla meira svona sturlaða staðreyndir svona einu dag. So Skittles have different fragrances and different colors, but they all taste exactly the same. Interesting. Ég veit. Þannig að þú ert bara basically að segja þetta bræðast bara eins og vond lyktandi Skittles. Já, illa lyktandi Skittles. Þið finnst hitt Skittles alltaf leið. Já. Eða svona skilur. Lyktina því er alltaf leið. Ok. Nice. Æ. Yes. Herri, og meðan ég var í styrstaðan, þá var ég að nota body... Já, segja okkur hvað varst að We all wanna know. Já, og ég ætla að segja því þið langar að vita þetta. Já, alveg. Ég var að nota uppáhalds body shower oili mitt frá Organic Skincare. Best. Styrtra almakars. Yes. Og hvað er uppáhalds lyktin þín? Er það lemongrass eða sweet amber? Ég verð að segja sweet amber. Það er ekki lykt. Ég fæ alltaf svona tímabil. Annarkvæmt elska ég lemongrass eða sweet amber. Hvað finnst þið meira svona eins og núna fyrir veturinn? Ég er svona meira, já, kannski vetravæps er alveg smá sweet amber, en lemongrass... Meira svona kósí lykt. Já, en lemongrass er svona svo fersk. Hún svo fersk, já. Ég elska hana. Þess að finnst mér meira svona sumar. Já, kannski. Ég er kannski að fara yfir í sweet amber aftur. Það er alltaf gott að skipta til. Já, nákvæmlega. Það er náttúrulega til 2 lyktir í Organic Skincare línunum. Yfirleitt, í mörgum. Yfirleitt, já. Það var að lemongrass og sweet amber. Yes, og við mælum 100% með þessari. Þú veist líka, sérstaklega finnst mér eins og fyrir, þú veist, veturinn og þannig, bara raki er
the most important thing. Hydration is key. Já, ekki bara fyrir, þú veist, andlita, því að maður alveg, ég vona flest séu duglegur að setja sér rakakrem allavega í framan, en líka minn enga sýru. Líka minn alltaf bara miklu stærri húð sem þarf að sinna líka, sko. Stærsta líffæri okkar. A great fact. Ég náttúrulega bara með eitthvað svona bara lett fettis fyrir að sitja með rakakrem. Já, ég alveg samlaður, sko. Elska. Eftir að maður eignast gott, fattu hvað ég meina? Þú veist, það ekkert gaman að vera bara að setja eitthvað á sig. En eftir að eignast góða vöru sem þú actually finnur bara munin, þá það verið skemmtilegt. Geðveikt, sko. Fara upp í rúm, bara alveg moisturized, bara í drasl. Já. Bara að safna. Og í hrein náttföt og eitthvað svona. Já, svo gott. Segir náttfötum? Ég segi ból, stórum ból. Já, ok. Ég segi vel að ég náttúrulega frá head to toe, sko bara buxum og helst langar á peysu. Hæ? Já, að því mér finnst það bara að vera svo auka sæng sem bara kúra með mér, skilur. Ég alveg bara, og líka sumrin, sko, ég ekkert eitthvað, þú veist, mér var alveg heitt en I don't care. Það full on bara gallinn, sko. Já, eiginlega, sko. Ég veit ekki hversu oft ég sofi bara í full on bara sokkum öllu að veðuna, sko, ég sem ekki kuldaskræða. Já, þú ert undir algjörst kuldaskræða. Heyrðu, það ekki að svo tala í dag. Nei. Að sofa og hérna á kuldan og eitthvað. En það styttist nú í fyrsta vetradaginn og svona, þannig að það var í dag, sko. Það 24. Það er svona dagur. Já, það er officially 24. Það er vetrafrísdagur og eitthvað. Það er bara fyrsti vetradagurinn. Já, ok, hlaut að vera. 24. október. Ég spila jóluleik í morgun. Í alvörunni? Ég vaknaði svo snemma að ég var fyrir próf. Þannig að, þú veist, bíllinn mín var bara það lengi að defrosta og hann defrostaði Michael Bublé í leiðinni. Já, svo les. Og ég var bara, svo tók ég æfingu í hádeginu hlustaði líka á jóluleik. Þetta er það eina sem kemur áfram þegar það er svona kalt. Já, ég skil það alveg. Þá hverju gott skap bara að hlusta á Michael Bublé. Ég skil það alveg, sko. Ég þurfti einmitt líka að fara ógeðslega snemma út í morgun að því ég fer alltaf á þessum dögum upp í útvarp svo snemma. Já. Og ég fekk bara svona smjörþefin að því hvernig veturinn verður fyrir mér. Smjörþefin? Já, segi það, ekki? Já, ok, segi það bara. Mamma segi það. Smjörþefin að því hvernig veturinn verður fyrir mér að því að ég er loksins með bílakjallara. Herri, ég fór bara peysun út. Nice. Bíllinn var bara heitur, þú þurfti ekki að skafa neitt og bara Var það samt ekki kaldur þegar komst í hann tilbaka? Nei, ég var svo stutt, þú veist, ég lagði inn í svona bílageymslu. Já, reyndars. Þannig, já. Nice. Já, bara, wow, þetta verður nice. Mér langar bílakjallara. Já, þú mátt alltaf leggja í mínum. Takk. Bara gista. Ég get ekki segið þér. Þú er bara gista að mér. Já. En topic dagsins, Sunneva. Heyrðu, samsæriskenningar í Hollywood. Ég var að segja leyndamála okkar. Já, gerum að. Ertu viss? Já, það. Ég veit ekki hvort þú uppljóstur í að fara allt úrskeiðis. Það gæti gæst. Kannski minnst þáttur aldrei koma út aftur. Ok, við ætlum að segja ykkur leyndamáli. Svo að, jú, er það ekki? Jú, gerum að. Ok, þegar við vorum að byrja með podcast okkar og áður en engin vissi að veri byrjað, þá tókum við upp nokkra þættir sem síðan bara koma út að sjálfsögðu og eitt af málefnunum sem við tókum fyrir sem átti að koma út í fyrstu vikunni var þetta. Conspiracy theories. Samsæriskenningar í Hollywood og það ræddu við alls konar hluti fram og tilbaka. Þetta eini þátturinn til þess dags og núna þetta 12. þáttur ef að þessi kemur út. Já. Þannig að ég vil bara segja. Ekki jinxa þetta strax. Nei. Hjálp. Þannig að það eru 11 þættir komin út og þetta eini þátturinn sem eru eitthvað farið úrskeiðis hjá okkur varðandi bara þetta. Já. Það hvarf allt myndefni úr þessum þætti. Galið. Og að því að við gefum út á YouTube líka að það var ekki hægt að gefa út bara hljóð og ekki YouTube að því að það hefði aldrei samsvarað sig tölurnar á YouTube og þá er ég að tala um 1, 2, 3, 4 þú veist, það hefði allir verið bara eitthvað þátt hvað er þáttu 2 á YouTube, skilur að make engan sense, þannig að hann kom ekki út en við höldum við fram að hann hafi horfið bara því að það voru nokkur hlutir hann að reddir og það er bara eins og það bara má ekki koma, það er bara að hakka einhver kerfið okkar. Ég held að og eyddi það þættinum. Ég held að. Það bara hann hvarf úr öllu. Bara öllu, þú veist, og maður er með backup kerfi, þú veist, maður er með myndavélar kortin, alls þar. Það var horfið. Ég held að sé ekki til Lilin. Nei, ég getur ekki. Það er eitthvað að baka við þetta. Ég held að sé Jay-Z. Jay-Z? Ég held að sé Justin Bieber. En nei, ég veit ekki verð. En já, þannig að þú veist, það er ákveðin samsæriskenning að þessi þáttur hafi látið hverfa. Svona heldur að sé ekki, heldur, ég veit það til. Það er til algorithm bara í heiminum
þú veist, eins og sem FBI notar Þú og erum að eitthvað. segja orðið það? Ég er ekki að fara að segja það. Ok. Eða, þú veist, jú, við verðum að tala um það í dag. Já. Ok. Að ég ætla að finna mynd til að setja á Instagram tilbúið af Illuminati. She said it. That's the word. Ég sá The one who cannot og be það named. kom ekkert upp á Pinterest bara, eiginlega ekkert. Það var bara, og það stóð eitthvað many of the searches have been reported eitthvað, og bara allt brjál. Ég var bara svona, what the fuck? Ok, Ég ætla bara að reyna að finna mynd af, þú veist. Jæja, þessi þáttur En er ég hef ónýttur. en ég hef alveg samt séð YouTube-umbund sem heita Illuminati og eitthvað, þannig að þetta lítur með að koma út. Já, þetta má það alveg. Já. En allavega, þú veist, eins og ég veit að FBI til dæmis með bara svona eitthvað algorithm kerfi sem bara les tölvunar, ef að þú farir að leitast eftir ákveðnum hlutum, kannski ekki tengt samsælskenningum en einhverju, þú veist, svona kriminal, að þá er hægt að bara rekja þig upp, bara ok, þetta er Sunnu hérna, hún býr hérna, þetta er eitthvað svona, hún er að gera með þetta, með þessari ypjutölu. Þannig að hvað ef algorithm til dæmis hjá Illuminati er hann það sterkur að þau eru bara, það er verið að tala um okkur. Já. Let's delete it. Það er svona FBI agentin okkar að horfa á okkur núna inn í tölvunum. Ég veit að, hæ skan. Hvað segir í dag? Ertu með eitthvað fyrir myndalunni? Ekki lengur að datt af. Já. Ég var með svona limmiða. Ég gerði það þegar ég var í Bandaríkjunum. Þá Já. fannst mér líklegra, sko. En það er búið líklegt hérna á Íslandi líka. Og Já, ég drókslega fyrir að setja limmu fyrir. Ég veit það. Líka ég held samt sko no-joke og hakka myndalinn mína því ég get ekki svona kveikt á hana lengur. Ég get ekki fara á Zoom-fundið eða neitt með myndal á. Í alvörunni? Já, og þetta er alveg frekar nýlega talva, sko. Új. Tölva. Já, tölva. Og það er ógislegt líka, sko, vissirðu að mér vantaði einu svona eitthvað tölvuhjálp og ég vissi ekki að það var hægt og vinur minn, því ég var út í Englandi og vinur minn James, hann svona vann, þú veist hvað James er, hann vann við svona tölvur og þannig, þú veist, ef hann vann hjá svona, þú veist, ég veit ekki, tölvufyrirtæki eitthvað, þegar, þú veist, bara með skóla úti og mér vantaði eitthvað hjálp með eitthvað dótri og ég var eitthvað, getur þú hjálp mér og hann var bara heima á sér og ég ætlaði bara að beða um að, þú veist, lýsa fyrir mér í síman hvernig ég myndi gera það, Já. hann ekki, ekkert mál svo allir fekk ég bara svona request upp á skjáin minn, eitthvað svona, James want to access og ég eitthvað svona, ok, þá stjórnaði hann tölvunum minni heima frá sér skilur, hann var bara, ég var bara í tölvunum minni heima og hann var bara að gera alls konar Það er ok. þannig að þetta bara, en það segir það ef þetta apparat er til og það er bara hægt að biðja um leyfi þá er auðvitað hægt að bara biðja Það er ekki að biðja um leyfi, Já, sko. fattarðu mig. Það er örugglega til, já, 100%. og þú veist, oi, Ég sé svona, og því stjúpað minn, hann er svona tölvukall. já, Og einu sinni var bara tölvan í gangi heima og ég var bara, hvað? Já, já, Hringdi já. ég bara, hann eitthvað, já, þetta er ég, sko. Ég eitthvað, what? ógeðslegt Þetta er svo creepy. Þessi tæki og tólmaður í dag. já, Rosalegt. og þetta minnir mig brá við erum ekkert að fara í svona draugasögur Já, hjálp. Svo til ég. svo líka styttist í Halloween Oh my god, hvað er spennur Halloween? við ætlum að gefa út Halloween þátt, eða ekki? Við erum búin að kaupa búning. Já, við erum búin að kaupa okkur búning ef Sem einhver ber. gískar á rétt Þá gefum við hann með eitthvað geggjaðvinning, sko. já, þá bara eitthvað geggjað þannig að við verðum eiginlega að posta ykkur mynd á Instagram okkar til Já. bótið að þið að gíska Já. það verður geggjað Ég er svo spennt. ok, anyways, geðvitt að fara fram hjá málefni dagsins, við erum bara hrædda við það Já, við erum ándið skýta Sorry, þetta. það er bara Það er þannig. ógeðslega leiðilegt að missa þátt, sko. Ég er ekki til í aftur. Nei, það er ógeðslega sorglegt að því að, þú veist, við höfum alltaf svo gaman og líka bara láta ekki vita að þóttum við höfum tekið þannig upp áður að þá er búið að skipta út efni Já, við erum komið skipta út samsælskenningum nýjar kenningar. Já, vissulega eitthvað kannski ekki sem við ræddum sem er óhjákvæmilegt að ræða ekki aftur af því að þetta eru bara kannski stærstu kenningarnar True. but we will act surprised það segir bara við höfum rætt Nei, þetta ég uppdataði mitt, sko. Já, ég átti þetta mitt líka budu, þannig að vilt þú take it away eða á ég að byrja? Þú má byrja. Ok, fyrsta sem ég er með skrifa niður er stórsöngvaran Stevie Wonder Okkar mann Stevie. okkar mann Stevie Ég er líka með þetta. Já, eins og það var óhjákvæmlegt þegar maður var að rannsaka fyrir þá að komast, að sjá þetta ekki sem þýðir bara það að þetta er risastór kenning Já, rosalega. ef að þú veist, að ég fann alveg sömu kenningar sem var bara svona But- hefur eitthvað heyrt Já, þetta einmitt. en ef við höfum báðar heyrt þetta og skrifum þetta niður þá er þetta augljóslega stór þannig að ég held að séu margir sem trúi þessu Já. en það er þess að kenningin er svo að hann sé ekki blindur og hann sé bara búin að vera að ljúga og plata okkur síðustu 6 decades eða þú veist síðustu ár Já, hann er bara frá því hann varð frægur bara frægur
blindur tónlistamaður. Já, hann þú veist, Ray Charles og hann bara frægustu blindu tónlistamenn heims og en já, bara að hann sé í raun að ljúga því að hann sé blindur og sönnunin svo, eða þú veist, fólk sem að trúir þessari kenningu segir að sönnunin sé svo að hann fer oft til dæmis á körfuboltaleiki. Já, sem smá spes og því okkur má hann ekki njóta að vera þar bara þó hann sé blindur. Þú heyrir líka bara eitthvað svona score. Já, og það eina sem hann gerir að heyra og skynja, skilur, að hann getur alveg skemmt sér á körfuboltaleiki. Og það stemming, skilur, saman þótt maður væri einmitt. Ég hefur farið á svona körfuboltaleik. Ég hef alveg farið á svona NBA körfuboltaleik og og það bara ógeðslega, ég var ekkert að fylgjast með, sko, ég kann ekki að körfubolta en það var gaman. En það var bara gaman. Já, bara stemmari. Já, og bara geggja eitthvað svona amerískur svona maturana og bjór og eitthvað get næs, þannig að þú veist, þetta bara ógeðslega mikið stemming og svo get flott svona, þú veist, klappstýrurnar í byrjun og eitthvað. Nákvæmlega. En já, allavega hann hefur líka, hann greip einu svona mic sem var að detta, eða svona mic stand sem var að detta. Þannig að það var interesting. Já. Og og svo fekk hann áhuga á ljósmyndum og hann tók myndir. Já, af Michael Jackson. Af Michael Það til fylgt á honum að taka mynd af Michael Jackson. Það ógeðslega steikt. Já, smá steikt, eða þú veist, ég veit ekki, af hverju þarf mynd? Já. Kannski til að sýna einhverjum öðrum. Já, kannski til þess að sanna fyrir að maður með Michael Jackson fyrir einhverjum öðrum. Það geti verið að því að kannski hann bara, hei, ég segja þér, ég var að hanga með Michael Jackson og allir bara, hann blindur, hann veit ekkert með hvernig maður var að hanga. Það ekkert verið með hverju sem ég myndi að sanna það. Svo sýna myndir þetta bara eitthvað. Ok, var gaman. En nei. Já, þú veist, og það hafa alveg nokkri svona talað þetta í viðtölum og okkar á trúsis og hann Greenstein Eddie Murphy hefur verið að grína með þetta, skilur bara, he ain't blind og eitthvað svona. Já. Þannig að, já, það eru margir sem trúa þessu. Varstu með eitthvað til þess að? Já, en það var einu sinni einhver var að nota tónlistans í einhver þætti, ég man ekki hvað þætti og og var að tala við hann og segja að þetta var geggjaði þættir, hann sagði I saw it, I loved it. Já, I saw it. I saw it. Já. Og gæði var bara, he saw it? He saw it? You're not supposed to see it. Kannski ekki tala bara hlusta á þetta, skilur en já, en svo skrítið að mismæla segja að þú er aldrei séð neitt. Nei. Þú notar aldrei það orð. Nei. Ok, I don't know. En svo líka í Carpool Karaoke, hann fór í það með James Corden og það er ógeðslega skemmtilegt myndband á YouTube og hann hringir í einhvern vin sinn á FaceTime. Já. Sem ekki spes að nota FaceTime og það er ekki að fara að gagnast hér neitt. Nei, en það gagnast samt hinum það gerir það. En þetta er samt alveg svona ok, það er þetta FaceTime. Já, en ok, whatever. En trúið þú þessu? Ég held ég trúið þess ekki, sko. Af hverju ætti hann að gera það? Mér finnst það bara svo mikil synd að vera eitthvað. Er hann ekki söngvari, sorry? Jú. Já. Hann er bara svo singer-songwriter, skilur. Hann syngur, spilar piano og semur lög. Já, hann spilar líka piano. Já. Því með Ray Charles það meikar mikið sens að vera sjokk, skilur, því hann er svo mikið á piano. Já. Þá myndi ég frekar skilja það. Spilar Stevie Wonder ekki örugglega fucking piano. Tjekka því alveg örugglega. Ég nenni ekki að vera með einhverja villu og þurfa að taka ennþá fleiri skot í mæ. Ég er svo til í þessu skot í mæ, sko. Ég er í alveg og ég googlaði bara piano. Jú, hann spilar, hvað er ég að segja? Þetta spilar hann piano, ég myndi rétt, við erum að treysta my instinct. Stundum gerir maður það ekki eftir komment sem við fáum. True. En já, þannig að ég held ég trúi þessu heldur ekki, því ég veit ekki hvernig myndi finnast það góð hugmynd að ljúga að hann væri blindur. Eða þú veist, að þurfa að lifa lífinu þannig að þykir svo blindur er ekki skemmtilegt. Það er ógeðslega erfitt, maður. Já, og líka bara alltaf verið í karakter. Ég veit það ekki, maður. Það hlýtur líka að vera bara fullt af læknum úti sem að myndir bara expósa hann, skilur við. True. Ég veit það ekki, örugglega. 100%. Já. Algjörlega. Skrítið að þykjast vera blindur, sko. Já, fárlegt. En þið langið að skilja, ég veit það ekki. Við trúum því ekki, en ef þið trúið allir. Já. Ok, hvað er þú með? Herðu, Steve Jobs er enn á lífi. Herðu, hann er ennþá á lífi? Já. Hann lest samt ára 2011. Nei. Það er ekki fyndið. That ain't true. Það er ekki fyndið. Nei, það er ekki fyndið. Samsæringskenningin segir að hann sé ennþá á lífi.
að því að sást mynd af manni í Egyptalandi ára 2018 sem var mjög líkur honum. Já, það, þú veist, þarna komu, ég einmitt með nokkuð svona líka. Að einhverjir haldaði sig á lífa því að þeir líka svo mikið trúur á, þú veist, ég veit ekki hvað verður mörg í þessum heimi. Það hlýtur samt að vera, þú veist, ég veit ekki, við erum ekki það fjölbreytt, skilur við. Að sé til ykkur sem bara copy-paste, Já, það sé til ykkur sem fáránlega líkur þér. Já, það ekki. Það bara ógeðslega líklegt. Já. Hversu margar samsetningar á fólki hægt að búa til. Já, það það sem ég að segja, skilur við. Það mitt. En náttúrulega, fólk hefur verið að finna bara einhverja twins, sem ekki twins, bara út í heimi. Ég segi svona doppelgänger í rauninni, skilur við. Þannig sem bara sömu fæðingablettið og okkar, skilur við. Já, ég trúi til dæmis frekar á það, heldur hann að, til dæmis, Steve Jobs þá lifandi. Gæti alveg verið, hann var bara chilla í Egyptalandi, skilur við. En, þú veist, hann var alveg á, og á toppnum á, þú veist, bara his business, skilur við. Kannski fekk hann bara nóg og langaði bara að fara til Egyptaland. Já. En kenningarna sem voru á móti þessu, hann var ekki með Apple Watch, það var með venjulegt úr. Já, hann alltaf bara hann segir okkur það að þetta hafi ekki verið hann. Nei. En þú veist, ef verður að þykjast vera ekki á lífi, þá myndir ekki vera vöruna sem að þú hannaðir, skilur. Nei, einmitt. Var þetta mjög suspicious? Já, mjög. Ef ég væri Steve Jobs að þykjast vera dáin, þá var ég ekkert eitthvað flassandi Apple-vörum hér og þar og ég var ekki rúllukrafapeysu. Nei. Ég myndi sleppa þeim. Það var, já. Og gleru honum. Nei, hann er ekki með gleru. Hann er með gleru? Hann er ekki með gleru. Oh my god. Hann er ekki með gleru. Ok, sorry. Í stund. Oh my god, hvað erum við eitthvað út að aka? Hann er viss með gleru, svona lítil Harry Potter gleru. Já. Vissa. Ég sá þau ekki. Það þarf því þú þarf gleru. Það er true. Hann er mjög iconic gleru. Ég þarf gleru en hans. Það er svo járskjaldum þótt að vera ekki fundið fyrir honum, hann er eitthvað hrist í okkur, sko. Já, hlýtur að vera, sko. Við erum eitthvað út að aka. En já, ok. Steve Jobs is alive. Já, í Egyptalandi. Ok, á ég taka næsta. Þú veist, ég veit alveg að þú ert líka með eitthvað hana Queen Bee. Hún er, þú veist, það er alltaf mikið hana, finnst mér. Rosalega. Að því að, þú veist, hún er svo secretive, bara svona leyndómsfull líf sitt, að bara maður er svona svolítið, fólk er kannski svolítið að fylla í eyðunar. Og er bara eitthvað svona búa til hlutum hana. Já. Heldur það ekki? Jú, örgulega. Það bara trúir ekki að hún sé svona flott. Já, og bara svona, þú veist, að því að hún er ekki opin eins og X, Y and Z, þú veist, einhver annar, að þá bara svona hlýtur hún að vera að fela eitthvað eða hlýtur eitthvað að vera í gangi eða þú veist, bla 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 bla. En ég fann kenningu sem segir okkur það að sem sagt að Beyoncé sé í raun dóttir Solange systur sinnar. Nei, sorry. Já, Solange sé dóttir Beyoncé. Já, að Beyoncé hafi eignast systur sína Solange. Þú veist, Beyoncé er fædd 81 og Solange er 86, þannig hún átti að vera 5 ára. Nei, það var... En þess vegna er haldið fram, hún hafi verið fædd 74, hún Beyoncé. Hún var 7 árum eldri. Hún var, já, og að þau hafi, þú veist, í rauninni feikað hennar fæðingavottorð, eða fæðingaskírteini hennar, og hún sé í raun systir, nei, hún sé, systir hennar sé ekki systir hennar, og Solange sé í raun dóttir hennar. Já, og þau voru að cover upp að því hún var early pregnancy, svona teenage mom. Já, nákvæmlega. Og það myndi ég að segja bara að það var systur. Þetta er alveg algengt Bandaríkjunum. Þetta er alveg gert, já. Og ég sá til dæmis bara daginn, að því að Instagram þetta er tróðfullt af einhverjum svona tilkynningum og öllu barnastöfi núna. Að því að, ég veit ekki, síminn hlustar á mig eitthvað. Og Væntanlega. Já, og þá sá ég mitt bara frá einhverju random, sendi ég þetta á þig? Nei, ég sendi þetta á Gunna. Að því ég var bara svona, er þetta spes eða er ég bara skrítin? Ég var ekki viss. En náttúrulega mjög algengt að nota staðgöngumóður út í Bandaríkjunum fyrir þá sem að geta ekki eignast börn og ég held að það er ekki leyfilegt á Íslandi. Okay. En þú veist, það er mjög algengt, þú veist, eins og Kim gerði það og eitthvað þannig, að þá er þú veist bara tekin þín egg og sæðu kallinum og það er sett í rauninni bara svona nota, og önnur kona er bara notað sem opn. En þetta er bara 100% þitt barn, að þetta er bara 100% þitt DNA. Já. En ég sá bara á Instagram,
bara einhverju stelpu sem var að tilkynna það að loksins hefur tekist að þú veist svona frjóka eitthvað aðra konu, ég held að sé að fara með rétt ég er örugglega ekki að fara með rétt þú veist læknislega törn skilur þetta en þá voru þau að nota mömmu hennar sem staðgöngumóðir og ég svona er það veist, ég veit ekki ég skil ógeðslega mikið að nota staðgöngumæður og allt það en ef að mamma mín var að ganga ég myndi alltaf svona líða bara svo þetta væri kannski systkini mitt ég veit það ekki en Phoebe gerði það fyrir bróður sinn já, fyrir bróður sinn þetta er gert sko ég veit þetta gert, þú veist, þetta var bara alveg tilkynning á Instagram, skilu, þetta var bara í alveg stelpa og þau voru bara í alveg fyrst bara sjúkla hamingjusöm og bara veist, og mamma mín ætlar að ganga með þetta fyrir mig og ekki þetta barnið en ég var samt bara svona vá, skilur, ég veit ekki ég skil kannski meira að nota ókunna konu eða, en samt þá veist ekki þetta er bara þitt barn, ég veit ekki, hvað veist þér? Ég veit það ekki Getur þú látið mömmu þín að ganga með bad fyrir þig? Nei, ég myndi ekki látið mömmu þín að gera Nei, en þú veist, kannski, þú veist, einhver náður mér skilur systur mín Já, ég myndi 100% frekar, sko Ég myndi 100% frekar nota eitthvað svona systkini mitt eða eitthvað þannig en mömmu myndi maður alltaf bara líða þess að það væri þá systkini mitt Skilur? Smá steikt Þetta er smá steikt En bara geggjað En allavega að Solange sé í raun dóttir Beyoncé, en ekki systir hennar En það var svona ekki með staðgöngumóður Nei, bara, þú veist, ég fór bara onni þetta þegar ég fórum að tala skilur, þú veist, það er oft í Bandaríkjunum með ákveðnir hlutir eru faldnir, skilur, fyrir bara öðrum, að því að þú veist, í sömum ríkjum í Bandaríkjunum gett, eða var, potið enn þá í dag, var gett tabú að vera allum ógiftur og verða óléttur eða vera ólingur og vera óléttur og þetta var oft í svona mjög trúuðum samfélögum og þá var þetta oft falið, þú veist, það er bara satt. Algjörlega. Þannig að vera basically að segja það sem hefur gerst þarna í Knowles fjölskyldunni Beyoncé hafði orðið ólétt þarna bara eitthvað úlingur og þannig að það eru svona 12-13 ára 12-13 ára gömul, já og eignast þá systur sína líka ástæðan af hverju fólk er að segja þetta er að þið eru til svo ógeðslega fáar myndir sem táningur það er það, einmitt skrilla, sko ógeðslega skríti en já, þannig að þetta er Já. Það var líka með að hún sé 7 árum eldri, það var einhver kona sem var að vinna á spítalanum sem hún fættist sem með hérna birti fæðingavottorðið hennar sem var þá með var þá 7 árum eldri Já, þá 1974 Já, þá ætti hún að vera 45 en ekki 38 Já, ég meina, ég skil ekki alveg að ljúga aldur En bara ef hún er á þá Solange Já, þú veist, en það gett langsótt samt að ljúga því eða þá er ég að tala skilur upp á ok, segjum að hún eigi Solange sé actually bara dóttir hennar akkur þarf hún að vera 7 árum yngri er það bara svo að það stemmi ekki? Já, held það en er ekki hægt að halda því fram, nei, þetta er bara ekki barn hennar hún varð ekki ólétt 13 ára Þau eru náttúrulega væntanlega að því Já, en þú veist, þarna er það að segja að þetta tæknilega sé ekki hægt að því hún var bara 5 ára Já, en pældi hvað þetta er steikt Já Af hverju myndið þið byrja með þessu sögu? Ég skil það ekki. Af hverju? Ég skil það ekki. En það er eitthvað sem gaf ykkur eitthvað nudge. Og þar var alltaf bara eitthvað pink og lítið og þá byrja bara allir að spinna ykkur og svona sögur. Já. Og bara, það sé bara til miljón fréttir þetta á netinu, það er svo Galir. En fólk líka elskar að lesa svona. Já. Og bara svona eitthvað að velta vöngum og ég held að fyrst vonandi tekur, veist, jú, sumir taka sumir samsæðiskenningum mjög alvarlega. Hver var þetta pappin? Er ekki bara pælið því? Nei, það er ekki bara því. Nei. Ágjur það var bara einhver eftir að koma út og bara I'm Solange dead Já. Hvað er hann? Hann hlýtur að, þú veist vilja koma fram með eitthvað, skilur við? Já. Hann getur sett fréttina sína Hann geti gert það, hann kannski búin að reyna getur verið Kannski er hann horfinn Kannski er hann, spooky season En, já Ok, já Vilt þú, ef við taka næsta Beyoncé móla Eru ekki báður með hann? Þú ert báða mína þannig að þú ert með næsta jú, ég veit hvað það er já. Ok, það þú ég er ekki með hann okay, ég tók bara undir hann hjá það senast já, ok sérst við erum með annan Beyoncé móla og það er sá að hún hafi í raun aldrei orðið ólétt allavega ekki af Blue Ivy Carter og þessi saga stangar svolítið á með Solange-söguna að því að þessi saga kemur frá því
að hún var svo opinber með það að þau ætti erfiðleikum með því að verða ólétt og talaði í HBO myndinu sjálfa sig sem hún talaði við Oprah líka og eitthvað að opna sig með það málefni hvað var ógeðslega erfitt og hvað loksins tókst síðan með eitthvað hjálp með Blue Ivy Carter og fólk telur að hún hafi bara verið að ljúga það hafi aldrei tekist þannig að hún hefði feikað óléttuna sína og notað, eins og vorum að ræða þann staðgöngumóður, einhverja sem gekk bara með barni þeirra fyrir þau og sönnunin svo að hún mætir í viðtal á okkur sjónvarpsstöð að setjast niður í sófan og það sést bara svona á þessu, þetta bara eldsnögt moment en ef þú bara pásar og húmarinn og skoðar þá eins og maginn hennar sé blaðra sem bara svona deflate eða svona pínu loftlaus það ógeðslega skrítið mynd það er svona setjast niður og það bara maginn bara svona fellur einhvern veginn eins og hún væri bara búin að þá fæða barnið eða eitthvað skilur ég veit það ekki bara svona eins og þetta sé bara blaðra og hún bara eins og bara maginn deflated bara alveg eins og maginn ekki að geta bygglast svona að þú ert óléttur nei hann bygglast bara eins og sé bara búið að sprengja blöruna og svona íta inn það er geðveikt spes en svo þetta náttúrulega bara eitthvað þú veist þannig þetta líka bara spurning sjónarhorn skilur kjóllin hefði alveg geta byggt ég sá samt þessu mynd aftur á þann sko þetta eitthvað annað skrítið ég veit að ég sá þetta líka á þann en ég samt að tala þess að það gæti alveg verið skýring ég veit það ekki sko þetta er svona eina ég veit ekki kannski var hann óleitt en kannski vildi hún ekki fá ykkur að seima að vera ekki með stóra kúlu eða eitthvað bara með auka kúlu yfir að það náttúrulega kúluseim líka þeng það eitthvað þeng 100% ég veit ekki hvort ég trú svo kenningu en þessi mynd grilluð sko. þetta mjög grillað sko bara ekkert að því að nota staðgöngum og líka freka bara en þess að skilja ekki bara embrace it eins og Kim og Kanye gerðu með þeirra 2 síðustu börn þau embraceu bara það að þau hefðu notað staðgöngumóður og það líka bara gekk cool þetta bara barnið þitt fattur þannig að ég skil alveg líka en þetta svona hinn mólin stangast pínu á með svo land að en ég veit ekki kannski á hún þá erut með það því að hún eldri nei, hún ekki það gömul já, meina það, þú náttúrulega 7 árum eldri þetta er samt ekki engin aldur sko 45 ekki Hollywood nei þetta áhugavert sko já, þannig að þetta voru svona mólarnir Queen Bee herru, þetta var hvað já, herðu það ótrúlega margar kenningar að fólk séu klón frækt fólk já og klón bara 50-50 nei 50-50 sé bara skilur hvað settur í þetta te? þú vilt ekki vita nei, shit skýtis nei já þessi klón, veistu hvað klón já, þessi bara klóna sjálf sig já bara svona, bara klón ef að þú veist ég myndi klóna þig þá væri hinn Birta klón já, það var bara 2 já, 2 Birtur ég hafa gett gerum það já og þú veist það eru kenningar að Megan Fox sé klón hún hafi bara dáið og það tala að sé bara þú veist hræðilegt að því að bara frækt fólk náttúrulega bara svo stór hluti af lífanum okkar það væri bara hræðilegt að einhver deyr og þá bara replacea þeim með klónum já og þetta er bara kenningar ótrúlega mikið af fólki og eina sönnunum með Megan Fox útlitið hennar já, af því hún eldist ekki nei, bara því að þú veist hún ætla bara vexin í andlita þessu það var að nota ykkur myndir af henni síðan hún var í Transformers hún var bara svo ung þá og svo núna hún bara, þú veist, hún í kynbein og svona þú veist, hún bara þroskaði skilur já, bara eins og sér Angelina Jolie og já, í dag skilur hún gorgeous á báðum tímum en vissulega búin að breytast bara með aldrinum nákvæmlega. Samt ekki allir, sumir eru okkur spestíla núti eins og vinkun okkar J-Lo já, hún bara eitthvað hún klónaði sig þegar hún tvítuði bara áfram tvítuði það hlýtur að vera akkur ekki sögur hana án jokes ég aldrei sé neina sögur hana en það hljóta að vera bara sögur hún sé okkur efnum sem að stoppa öldrun eða eitthvað já, en það er svona svo ógeðslega margir á þessum aldri í Hollywood sem að lítur svona vel út og líka bara ekki Hollywood það fara bara eftir hvernig þú hugsar þig sko já, en ég held samt ef ég og þú myndum hugsa bara fullkomið okkur samt ekki ná árangrum sem að J-Lo náði sko kannski heldur það? pröfum það já, algjörlega, ég til að pröfa það en ég sem segi, ég held að sé eitthvað með það til eitthvað peninga svona og vald það til eitthvað svona efni eða ekki jú, HKH já, heitir það já
Ok, já. Ég held að heiti það. Já. Eða, þú veist, Og það kostar bara eitthvað að geða mikið, já, eða ekki? já, þú veist, þetta eitthvað svona, það eitthvað formúla sem að stoppar öldrun í líkamanum eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvað Hægir á því eða eitthvað. Já, þetta eitthvað svona, þú veist, það alltaf að tala þetta, ég hef aldrei googlað þetta eða neitt þannig en ég hef heyrt þetta þetta hági, hánafn áður eins og þetta sé eitthvað svona leynivopt sem að bara þeir völduðust að hafa Já. til þess að vera forever young forever 21 Gríns. en já, ok, Megan Fox klón Já, og það bara útlitið hennar sem að, en þú veist, það allt sem að bend til þess að hún sé bara búin að, þú veist, eldast skilur Já. og fyllir svo en eitthvað hvað skilur þá með eitthvað. þá sem að eldast aldrei Þú veist, hún lítur út eins og hún sé en þá samt bara 20 skilur. hún er sko gorgeous Já, bara einfallega sem mannski sem er til, sko. ánefa, en það þú veist, ég var einmitt eitthvað svona þegar ég var rannsaka á hann, þá hefur verið að tala hann að leikaran úr Matrix hvað heitir hann, aðaleikarin Ekki hugmynd. ok, ég ætla að finna það har allavega verið að tala hann að því ef þú skoðar myndir sem að hann Keanu Reeves Já, já, ég veit hvað það er. já, að því að hann virðist ekki verið búin að eldast og þá var einmitt verið að tala að þú veist, hann sé, þú veist, hann hafi í rauninni dáið og klónið hans væri bara eitthvað að taka við Þetta er svolítið mikið að þessu. já, en þá var það því að hann hefur ekki eldast elst Hann hefur nú alveg örugglega elst. já, þú veist, það var að tala bara svona í útliti hann er alltaf svona forever young einhvern veginn, hann lítur bara eins út og hann leit út þegar hann var að leika í bara bímyndum þegar hann var á tvítugsaldri, skilur Það er bara sumið þannig. og bara, gekk ekki hann, Já. sign me up Þú finnur ekki bara eitthvað klón og ef það er til klón, ef þetta er bara manneskja sem lík skiluru, já, leikona eða leikari, einmitt af hverju ætti hún að vera til í þetta? Af hverju ætti hún ekki að velja bara að lifa sinni í lífi? en er ekki verið að tala bara að þetta fólk var klónað Nei, það er yfirleitt talað að sé bara replaced. ok Já, það, en ég las eitthvað Beyoncé, hún átti að vera klónuð 2010, já, það var klón, skiluru. En hvernig er þá það búið að klóna hana Já, þú veist, það meikar ekki sens. Hvernig virkar klónun fyrir það? en það er náttúrulega verið að klóna hunda Já, það meikar sens að því að korpurinn fæðist. En Já. Beyoncé getur ekki verið fertu allt í einu þegar hún er klónuð 2010. Það getur hún ekki verið 38 núna. nema sé bara eitthvað robot Getur verið. það er auðvitað hægt að klóna því að þetta Já, en ég held sér bara ólöglegt, sko, að klóna. já, það verður bara allir búin að klóna sig Akkur myndi maður vilja klóna sig? ég veit það ekki að því af hverju ekki Ég var ekki til að sjá aðra mig, eða þú veist, nei. ég var til að vera bara svona ef að ég Já. byrta einn og svo verður byrta tveir og ef að ég byrta einn myndi ekki nenn að fara til búið þá myndi ég segja byrta tvö Hún myndi aldrei nenni þig, sko. Birta 2 er mjög þrjósk, hún er þú bara sinn 2. þannig að ég segi svona en vákvæður með eitthvað komin í ekki bull en að því að það er hægt að klóna hunda þá hugsa ég Það hlýtur að vera eitthvað stort í heiminum sem er búið að prófa að klóna manneskjur, það er bara without a doubt, sko og bara búið að fæða, bara taka bara eitthvað svona genaformúluna þína hjá ykkur umskilur Heldur þessi klóna, skilur, og setta inn í manneskju eða klóna bara og baka því ykkur hilki, skilur, eins og svona bíómyndum. nei, ég held að sé bara, ég myndi halda að þetta sé bara eins og þetta sé gert með hunda það er bara tekin DNA samsetningin úr til dæmis þér eða eitthvað Og mér fyrir hunda. nei, ég er bara að tala þú veist Já, eins og eins, já. bara svona tekin DNA samsetningin úr þér það er bara grugga saman í einhverju hilki svo er því bara skotið upp í Heldur að það væri svona, einhverju konu sem að þú veist síðan er staðgöngumóðir eða hún kannski bara borgar fyrir DNA-ið þitt, skilur. Þetta væri svona eins og sæðisgjafi. bara góðan daginn, ég ætla að fá eina Sunnivu Einars þú getur bara að byrja að selja DNA-ið þitt Oh my god. það var iconic Það var klikkað. hvað heldur að vera mest selda DNA heims? Af því að þetta er svolítið tricky J.Lo. Nei, sko, af því að þetta er svolítið tricky spurning sem ég var að koma í út af því að margar þessar stjörnur Já. hafa breytt sér á einhvern hátt með fægrannum aðgerðum eins og við höfum rætt í þáttunum með patta og mælum með honum eða þeir eru ekki búin að hlusta en margar stjörnur hafa breytt sér á einhvern hátt sem bara glæslegt fyrir þau skiptir engum máli en þá kannski ferði ekki þá útkomu Nei, en þá getur bara breytt sér þannig að þú vilt það. En þú veist, þú ferð þá allavega beinabygginguna og andlitsfallið og genin. Og genin. Angelina Jolie. Já. Oh my god. Eða Megan Fox. Megan Fox. Og oh my god. Margot Robbie. Já.
og basically sjálfa þarna. Nei, en hún gorgeous. Kim, það væri dýrt sport. Á hverju? Ég djók. Don't go there. I won't. En já, þú veist, það væri sturlun. Já, og bara Kendall og allar supermodel. Einmitt. Ég myndi vilja fá Bella Hadid. Bella Hadid? Já. Það er rosalegt. Hvað DNA-klón vilt þú fyrir barnið þitt? Já, það er góð spurning. Shit, ég glemdi að velja mér. Þú verður að velja stelpur og strák. Bæði. Og þið vitum ég hvað það er. Ok, strák, þá myndi ég velja Saint West. Það er eitt krúttlegasti krakki sem ég veit um. Hann er alveg snúla. Bara af þeim myndum sem ég hef séð. En við fáum ekki kannski En þú alltaf veist að eitthvað er þegar hann fullorðinn? Nei, það er mjög máli. Damn. Þú verður að velja eitthvað sem er grown up. Var ég að velja grown up? Já. Ok. Ég veit það ekki. Stelpu. Já, ég fær eins og þetta er líka ógeðslega bara svona eins og útlitið þessu eina sem skiptir máli. Nei, þú gætir alveg sagt skilur Steve Jobs eða eitthvað. Ok, true. Ok, fact. Þú veist, ég er ekki að segja hans er ljótur, ég er bara að segja hans er klár, skilur. En það er það Þetta er svo skrítið ég skal bara gefa það pass. Ok, takk, en bara ein spurning sem ekki þessu. Þú veist, eins og ef ég myndi velja Steve Jobs sem fengi DNA formúluna hans er það bara átó þá að sonur minn, ef ég eignast son, að hann gerir bara nákvæmlega sömu hluti? Nei, kannski bara notar hann það einhvern veginn öðruvísi. Já, en er að vera klár í DNA-n okkar? Já, við erum ekki með DNA-n okkar. Allan að augljóst, það var ekki hátt IQ í okkar DNA. En ok, gleymum þessu. Við erum komin í sverða þessi þáttur eftir að eyðast út, sko. Hvað er að gerast? Ég veit það ekki. Ég man ekki hvernig komist í þessu umræði. Við vorum að tala um klón. Já, ok. Megafox og klón. En ég var að skoða, þú veist, það er til þættir sem heitir eitthvað klón eitthvað. Og það er bara þættir bara fólk sem er bara lookalikes af gett mörgum. Já. Polly D og Polly D og Jessie og Megafox og ég var að skoða í þetta svona létt yfir þetta á hann. Enginn að það var smá lík Megafox. Ég bara, farið heim. Hvað er í gangi? Ok. Ég skil ekki svona lookalike contests. Þetta er bara steikt. Ég skil ekki, heldur. Ok, heldur við höldum okkur frá þessari umræðu. Þú veist, vákum að geta bara farið í djúpar pælingar. Það er djúp umræðinu, sko. En postið eitthvað sem þú datt inn í þessar pælingar með okkur. Þannig Það er mig endla að segja okkur hvað tími myndi vilja sem DNA-barni ykkar. Þú er alltaf að fara að segja núna bara Bill Gates eða eitthvað. Já. Þú veist, ef að... Eitthvað svona... Já, ég ætla að hætta að grafa minni einn gröf maður. Já. Stoppum þetta núna hér. Stoppum þetta hér. Ok, næsta er líka klón. Jæja. Já, en samt ekki klón, er rosalega mikið klónum. En Avril Lavigne. Ok, þetta er stór samsýskenning. Fólk vil meina einhvern tímann, milli 2020 dagsins dag, hafa hann dáið. Já, og skipt út fyrir leikonu sem var besta vinkonunnar en gæðslapa, sem heitir Melissa Vandella. Og sönnugögn eru alls konar ör og annar lag á nefinu. Þú veist, það vantar einhver ör sem voru og öfugt. Einmitt, ok. Einnig stendur á Google á hún sé 155 cm en hún var 158 cm samkvæmt öllum öðrum gömlum miðlunum hjá henni. Hún var minkaði. Hún var skipt út. Já, einmitt, já. Og já, fólk vil meina að það sé leynd skilabúð í lögunum hennar. Það sem leikonan reyna að segja sannleikan. Það var líka mynda henni með þú veist, nafni Melissa á hendinni og skrifa það, sem er leikonan eða vinkonunnar. Sko, ég ætla ekki að lægja að þessari samsæðiskenningu að því að það eru actually mjög margir sem að trúa því að Avril Lavigne hafi dáið og hún hafi verið skipt út fyrir leikonu og svo leikona hafi bara tekið við hennar ferli. Og hún er bara ennþá að í dag. Hún sé bara ennþá að því í dag mitt. Og það er í alveg ógeðslega margir sem trúi sér, sko. Já. Að því ef þú horfir á, ef þið farið og horfið á YouTube-myndbönd eða lesa ykkur þetta, þá er alveg frekar mörg sönnunargögn. Og það er, þú veist, eins og segið, það er útlitsbreytingar og einmitt hæðamunur sem áirinn ekki vera hægt að breyta.
þrátt fyrir, við vitum að segja að þetta gera ókslega mikið með fegruna aðgerðum og lítaaðgerðum þannig. Nú þetta minnka samt. Það þetta minnka sig. Já. Þannig að, ég sé það, þú veist, það er hæðamunur eitthvað sem erfitt að breyta. En svo er líka bara, það var að tala að röddin hennar hafi breyst, bara í viðtölum, frá því hvernig hún talaði hér og hvernig hún talaði þarna. Og bara alls konar svona litlir hlutir sem að, bara body language, allt þetta hefði bara umsveifst og einmitt að veri falin skilaboð í lögunum hennar og að hún fór að syngja öðruvísi. Svo grillað. Ógeðslega steikt. Og þá talaði þarna að þú veist, já, hún hafi annarkvæmst dáið eða hún hefði ekki viljað vera í þessum bransa og þau hefur bara keypt, þú veist, þarna er eitthvað, þú veist, þarna er eitthvað svona, ég veit ekki hvað sem er, svona eitthvað sem að stjórna tónlist og þannig, svona, oh my god, þetta dótt úr mér. Bara svona umboðsmaður. Já, umboðsmenn eða þannig, svona, þú veist, útgáfu fyrirtæki. Þau yfirleitt eru bara búin að eigna sér þig og þau kaupa bara þig og búa til karakter með þér kannski kom Avril Lavigne inn sem óperusönguna og þau bara, heyrðu, það passa þig betur að vera svona pop, rock og okkur vantar þetta líka núna okkur vantar þetta núna, þetta sem passar inn núna þannig að þú þarft að vera þessi karakter og svo hafa hún bara eitthvað svona, nei, heyrðu, ég bara vildi ekki, skilju, eitthvað svona vera á topp á tindinum, skilju, bara on the top bara, og þau verður bara, neip, þú ert bara gera okkur milljónamæringa í hverjum einasta mánuði, þetta ekki að fara skít við bara replaceum þig og franchise á nafni alveg interesting að því, þú veist, þetta er sannleikur að þú veist, útgáfu fyrirtæki þau stjórna þér sem karakter og ég var til dæmis bara að hlusta á podcastu viðtali hjá Sölva Tryggva við Svölu Björgvins og hún var að tala, hlustaðu það? Nei, ég er ekki búin að hlusta okay. Það er að gera Já, hún var að tala að hún hafi búið í Bandaríkjunum og þú veist, verið með umboðsmann þar og svoleiðis og þar hafi henni verið, þú veist, eins og það var búin myndið ykkur svona karakter fyrir hana og hún átti að vera svona og þetta fór meira þess að það langt að henni var sagt hverjum hún ætti að deyta þú veist, og hún gerði það í alvörni hún var að deyta eitthvað, mér minnir ég geti verið að misminna en mér minnir að hún hefði átti að vera að deyta eitthvað vin Píteri eða eitthvað þannig og það var ekki gott fyrir hennar ímynd ef hún var að deyta hana þegar kæmi henni ofar í þetta social circle þú veist, þetta er bara Svala var bara að segja þetta skilur, bara íslensk söngkona sem að þú veist, var í eitthvað tíma á erlendis hvað þá með allar stjörnunar sem búa erlendis þetta er alltaf bara eitthvað playing chess every move is calculated ég skal alveg viðurkenna, ég var alveg til að vera að fluga vegg inn á stofu hjá svona umboðsmenn og hugsa, hvað eru þeir að hugsa? Þetta er siðlist. Þetta er bara svona social experience, skilur. Þú varst bara að koma fram við eitthvað eins og sé bara svona puppet. Það er svakalegt. En svo, þú veist, ég veit ekki þessa mannski, en Jojo Siva. Nákvæmlega. Hún er bara barnastjarna, hún er bara alltaf í einhverjum barnabúningum. Hún er, hvað er hún gömul? Hún lokkur eða eitthvað? Já, hvað er hún gömul? Hann að þessi YouTube-stjarna, ef þið veit ekki hvað hún er að tala hún er svona þekkt fyrir að vera dansari eða var þekkt hannig já, sönguna líka já, sönguna og svo svona slaufur í háranu og þú veist hún er 17 ára er hún 17 ára? Já. Ok, ég held að hún var aðeins eldri hún er fædd 2003, samkvæmt þessu it could be something else nei, þetta er einmitt svona hún smá svona Hannah Montana tímas núna, skilju já, og bara Hannah Montana þú veist, það verður mjög erfitt ekki Miley Cyrus, skilju nei, og það verður mjög erfitt fyrir Hannah að svifta og eins og hefur gerst fyrir svo ógeðslega margar Disney-stjörnur breakdown já, bara breakdown, skilju, af því að það er svo erfitt fyrir þau að fara úr þessum karakter yfir í þennan hún getur náttúrulega ekki verið þessi karakter eilífa því að hún var bara gul kona, skilju, einhvern mann já, það er bara ógeðslega creepy svo gamla konu hoppandi með, þú veist ok, er ekki creepy en you know what I mean en þú veist, já það er ekki að fá réttu viewsin allavega nei, þetta er smá steikt en hérna, samt bara geggjað lillsystir mín elskaði hann á tímabili þegar hún var ung og eitthvað já, margir sem elskar hana gríðarlega vinsæl já, hjá börnum, bara geggjað ég sá eitthvað svona, var ekki James Charles sem gerði svona makeover á hana mála hana venjulega crazy, sjúklega flott eða svona ekki venjulega, bara glam já, bara, en þú veist, sorry, ég segi venjulega hún var eins og venjuleg manneski, hún var ekki með tíkóið hún var ekki eins og eitthvað svona einhver, teiknumyndapersona, skilur hún er eftir þessi teiknumyndapersona og þannig var hún bara svona bara eins og skvís alveg skvís, hún var svona, what? já, bara það var mjög gaman að sjá það mjög gaman, en hérna
Já, þú vorum að tala svona, þú veist, manns eftir synguninu, hún heitir, að þú sagði Jojo Siva og datt mér, hún heitir líka Jojo, var hana Leave, Get Out, lagið. Syngdu. Leave, Get Out, Já. it's the end of you. Manns eftir þessu, það var bara vinsalast þegar við vorum ungar. Og og hvað gerði hún meira, hvað heit hitlagina, svona geðveikt vinsalt. Just a little too late eitthvað. Ég man ekki. Ok, allavega, þú manst eftir þessu, nei, ég hætti að syngja. Þú manst eftir þessu söngunu. Já. Ok, hún var bara, veistu, hún gaf út þessi lög einhver 2 svona ástar sorgarlög, þú veist, okkar aldrei og bara svona rose to the top og var bara svona geggjuð. Og hún var bara að gefa út heimildamyndum sjálfa sig bara á dögunum. Það sem hún fer yfir hvað hann var það mikið stjórnað að það er bara búið að þakka hana niður síðustu ára þá hún ekki búin að vilja gera hluti sem að þeir vildu og myndi gera. Vá. Þannig að þú veist að Avril Lavigne hafi mögulega verið skipt út. Ég ætla ekki að segja þessi ekki 100%, að þetta sé 100% ekki, ég ætla ekki að kalla þetta bullshit alveg. Nei, þú veist, ég vissi ekki að hún var að gefa út enda tónlist fyrir en ég sá að hún var að taka upp vídeóin á Íslandi. Og þá heyrði ég þessa kenningu fyrst. Já. Ég var bara, ég er ekki að segja þetta bullshit. Nei, ég er ekki að segja þetta bullshit. Að ég horfði á hana, ég var bara, er þetta hún? Mér finnst ekki líkt henni. Ég ætla ekki að segja þessi bullshit. Ég ætla ekki að segja að þetta sé satt, en ég ætla ekki að kalla bullshit. Nei. Eins og við erum búin að kalla með Stevie Wonder, skilur. Já. Þar voru bara bullshit. Já, ég segi það. Herru, það er líka með svona aldurs. Hvernig segir maður þetta? Lord. Er það bara Lord? Það var Lordi, syngunu. Já. Ég held maður að segja Lord. Ég held að það Lordi. Lordi? Ég held það. Ég man ekki. Það er skrifa Lordi. Já, það skrifa þannig. Hún er 50 Það er svoleiðis. Já. Ok. Þeir vilja meina að hún sé mun eldri í útliti og textarnir eru of þroskar fyrir hana. Já, því hún er bara alein að skrifa svo texta. Já. Og hún er fædd samár við 1996 og sem gerir hana 24. 16 ára, skilur, að vera þess að byrja þessar sögur að því að hún er bara allt þroskuð, hún lítur alveg út fyrir að vera mun eldri en 16 ára í fyrstu myndböndunum sínum, en samt sem áður ég trú ekki hvort ég 50 aldrei. Nei. En það var sett fæðingarskýrslun hennar á netið til þess að sanna en það var ekki nóg Nei. Það getur nú alveg verið falsa. Æja, þannig að hún er þá líka ljúum aldrei sinn. Það er svona kenningar á marga en af hverju ætti maður að gera og af hverju verður ekki sama ég væri að því? Já. Hvað skiptir máli hvað þessi gömul? Erum við kannski bara að gera bara hjút mistök að setja aldrun okkar á Facebook og eitthvað? Herri, ég er 17 ára. Á Facebook? Nei, núna. Já, bara núna, ok. 18. Svo ég ásæði bara en betra. 18. Nei, 20. Já, veldur rétt. Já. Já, ertu 20, ok. Ég ætla líka að vera 20. Ég segi við sér 21 samt. Ok. Þá getum við allavega djamma í Bandaríkjunum. Já. Ok. Ég held að það er besti aldurinn. Við erum 21. Já. Við þurfum ekki, ef við viljum fæðingarskiptina bara hringi með okkar og eitthvað. Hún getur alveg sanna. Ég skal bara sitja á neti. Já. Ok, ég er með næsta hérna. Þetta er nú alveg örugglega eitthvað sem að flestir hafa heyrt. En það er náttúrulega samsæriskenning það að Khloe Kardashian sé í raun og veru dóttir O.J. Simpson. Það er kenning. Það er kenning, sko. Finnst þér ekki með við þættina, nú hefur við tekið upp 12 þætti, minnst O.J. Simpson koma fyrir oft fyrir. Nefnilega. Alveg furðulega oft. Í svona, og við höfum tekið alls konar málefni. Já. Og mér finnst við oft vera að tala O.J. Simpson. Það er ekki teka mega næs gæði þess að tala um það. En hann er alveg hann er að tróða sér inn í allt einhvern veginn. Já, hann virðist vera tengdur mjög miklu. Yes. En já, það er kenning að því að í rauninni Kristján er mamminar og pabbinar, Robert Kardashian, þau voru gift og þau voru bestu vinir, Robert var bestu vinur O.J. Simpson og þá urðu Chris og Nicole, sem sagt fyrirvændi kona O.J. Simpson, sem hann var síðan seinna ásakaður fyrir að hafa myrt en var síðan dæmdur saklaus, að þær urðu þá líka bestu vinkonur. Þá tala ég þarna fram að Kristjánur hafði nú líklegast bara haldið fram hjá Robert og sofið hjá O.J. Simpson og að Khloe sé í raun og veru dóttir hans. Já. En það er náttúrulega staðrind að Kris Jenner hélt fram hjá Robert Kardashian og hún skrifaði það og sagði sjálf frá því í bókinni sinni að hún gerði það og það er eitthvað sem hún sér fárólega mikið eftir, segir hún náttúrulega.
eða, þú veist, gera það Já. en Sús eftir að hún gaf þá sögu út sjálf þá var fólk svolítið tók bara það beit og var eitthvað ok, já, hún hélt fram hjá með Robert Kardashian með O.J. Simpson en hún í rauninni tók alveg fram hverjum það var með og eitthvað þannig og það var ekki þú veist, það var ekki Robert, það var ekki O.J. en að því að fólk heyrði þarna að hún viðurkenna hún að gert þetta einsni þá hlýtur hún að gert þetta áður bara 100% og náttúrulega og þú veist, þeir sem að trúa þessu er náttúrulega líka það að Khloe er ólík systrum sínum Kim og Kourtney og var alltaf miklu hávaxnar en þær til dæmis hún var svona meira stórbeinótt þegar hún var yngri með við þær og með öðruvísi nef, segir fólk og svona þannig hluti en svo er líka einsönnun sem að fólk þú veist, það fólk sem trúir þessu bendir á er að þeir telja Khloe vera mjög líka dóttir hans O.J. sem heitir Sydney eins og þær séu mjög svipaðar eða álíkar mjög séu meira álík henni heldur en í raun og veru Kim og Kourtney Þetta er svo mikið bull maður Þetta er svo mikið bull og þetta er líka örugglega ógeðslega vont fyrir bæði Kris og Khloe að þetta sé eitthvað, þú veist að hún þurfa að verja það, nei, pabbi minn er pabbi minn Einmitt það er eitthvað hræðilegt en hann og því að bara ástæðin þeirra fyrir og líka hann bara svo mikil hann er dáinn skiluru og þetta er bara gett svona bara gett óþældur svona að þú veist að venda einhverja minningu og það verður reyna að þú veist, fokkin upp nákvæmlega leave it alone en hún fór í eitthvað svona hún kom í þáttanum eða ekki og spurði mömmu sinni út í þetta 2009 þá tók hún eiginlega þú veist, hún tók þetta gerði eiginlega smá svolítið grína þessu og fór í eitthvað svona test í þættunum sem kom náttúrulega bara út að Robert og Kris væri mamminar eða þau voru fóreldrar vissulega væri hægt að feika það að sjálfsögðu en jú, þær tóku þetta alveg fyrir í þættunum sem er líka smá, þær eru þá smá að gefa þessu smá meira push skilur en samt að reyna að gera þetta þannig hátt að þetta sé bara þau eru að gera þannig hátt að þetta væri það fárlegt þannig, já en þú veist hann svo leiðilegt dæmi sko Já, en O.J. er nýlega komin út af fangilsi. Það er kannski að verða 2 ár síðan, 1,5 ár síðan. Og hann fór í fangilsi fyrir allt annað en heldur en morðið á Nicole. Og stuttu eftir að hann var komin út, þá fór hann á Twitter og var bara rosalega virkur. Og allt í hennu bara postaði myndbanda sér á góðum degi. Bara eitthvað, já, vill líka bara segja öllum það að ég og Kristján sváum aldrei saman. Bara svona, heyrðu, enginn var að spyrja þig, en... gott að vita alltaf staðfest þú veist, það var ekki svo Kris var að fara að hringja hann og segja takk skilur, hún hatar mannin, hann drap vinkonu hennar og líka bara tala þetta bara svona opinbert, bara svona þú veist, líka bara það trúi þér enginn félagi king of lies já, bara, þú veist, ef að þú ert að fara að segja eitthvað þú ert í rauninni bara ég veit ekki bara shut up, O.J. en já það er stórkenning fólk heldur því fram True en ertu með eitthvað meira? Já Ok Ég er með eitt sem ég fann inn daginn J.K. Rowling sem gerði Harry Potter rithöfundur Harry Potter hún er leikona en ekki rithöfundur Ok hún var sérst ráðin sem leikona til að þykjast vera rithöfundur fyrir bókunum það var þess að ein kona frá Noregi minn veg sem heitir Nina Grunfield og ég veit ekki Grunfield og hún skrifaði greinum að það sé ekki möguleiki að ein manneska geti skrifað 6 þykka bækur sem þýddar eru á 55 tungumálum og selt fyrir yfir 250 miljón eintök á minna en 10 árum Visslega rétt hjá henni að þetta er ógeðslega fucking vel gert en þetta sé ekki hægt er ég svolítið ósamlega Já, hún sagði að sagan af henni þú veist, sagan var svo þannig að hún kom upp með þessa hugmynd þegar hún var í lest, svona delayed lest, hvað sem er bara í fyrstu umferð bara í mitt það var bara, lestin var delayed og hún var bara að skrifa á bara svona napkin skilur hugmyndina og henni fannst það bara þessi hugmynd að þessu sögu sé bara too good to be true og vill meina að sé ykkur risa fyrirtæki á bakveita og skrifa þessu allt mjög úthugsað En af hverju getur hún ekki verið á bakveita ég skal mista smá steikt sko
þetta ógeðslega steikt og líka, já, ég veit ekki ég er vissulega sammála að þetta er fáránlegt að konan hefði getað gert þetta, þú veist, en mér finnst bara svo hún er að gera lítið úr að hún sem single mother gæti gert þetta, af hverju ætti hún ekki geta það sem ég segja, þú veist, ég er sammála faktinu að þetta er bara, þetta er það beyond fucking vel gert að það er ekkert allir sem geti þetta 100%, en það þýðir samt ekki að sé ekki einhver einn núti sem gati þetta, eða getur þetta það er alltaf einn til þess að við vitum hvað er hægt, skilur, það er alltaf eitthvað sem að næra og svo hefur líka J.K. Rowling oft á tíðum, bara í gegnum árin og þannig ekki langt síðan hún kom fram með síðustu kenningu, hún sjálf og þar sem hún er að, þú veist, í rauninni að lagfæra hún skrifaði bókina á einn hátt og hún heldur að X, Y and Z sé ekki eitt auðleysalegt í gegnum þetta eins og hún var að tala og núna er ég ekki geðið góð í Harry Potter nöfnum en hún var að tala að Snape og aðalgæinn hann með hvítaskeggið Dumbledore, að þeir hafi verið par það er ekki langt sem hún kom fram og sagði það bara hún kom fram alveg 2011 eða fyrr að Dumbledore væri hommi já, og svo er það ekkert svo langt sem hún sagði að hann væri með Snape þannig að þú veist, hún var að segja þetta er eitthvað sem það sem ég er eiginlega ekki sens sko nei, just, kannski ekki af því að hann var ástökin að Lily með manns Harry já, alveg rétt, já mikið ekki sens nei, en ég segi þú veist en kannski, bara bæði já, kannski bara bæði, skilur og og hún er að segja alls konar hluti sem hún held og svo hún tók þetta þannig fram og hún sagði, ég held að það væri ekki eitt auðleysalegt í gegnum bækurnar en grunlega var það bara ekki sem ég, þú veist, er þetta bara þessi leikona, ef þessi kenningi sönn hjá henni Nínu eitthvað, þá er þessi leikona bara að leika sér að koma með svona kenningar eða var hann líka sagt að gera það ég held að það sé bull sko já, heldur mér finnst þessi gæla, hún er eitthvað svona filmmaker eða eitthvað mér finnst það bara svona smá jealous, skilur það lítur að vera, hljóma svolítið svo leis já, ég veit það ekki, mér finnst það smá skrítið, þú veist, auðvitað gæti alveg verið eitthvað að hjálpa henni en þú veist, þú vil meina að það sé svona eins og minni með Nancy Drew hvað heitir hún hana Mary Poppins, nei Nancy hana spægjalan hana, er það ekki Nancy Drew það er einhver er það ekki svona bók? Fictional character það var skrifað af svona fyrirtæki og það var einhver leikari eða eitthvað sem var eða það var eitthvað fictional nafn sem rithöfundur og hún vil meina að það sé eins og það og ég veit ekki mér finnst ólíklegra að risa fyrirtæki þú veist, gætu verið sammála öll þessi dítil frekar en ein manneskja ákveður allt það er líka eitthvað sem var þýða bækunar hún sér, skilur svona mistökin innan gæslappa sem voru gerð sem að risa fyrirtæki myndi ekki geta gert. Já. Þannig að hún sér svona manneskina sé ein manneskja skrifa það þú getur lesið það greinilega að þú veist mikið þetta þú getur lesið það gegnum bókina ég ætla að trúi þess ekki nei, ég trúi þess ekki heldur og líka bara ef svo segjum þessi kenning sér sönn so what auðvitað bara hvað glata skilju fyrir alltaf þá sem trúið á J.K. Rowling en það er allir hatana núna það er annar mál en þú veist, en sagan samt úti og þetta er geggusa og fólk elskar Harry Potter og lifir í þessum heimi ég elskar Harry Potter mjög mikið fólk. En að breyta með engu þó að þetta hefði verið rísa fyrirtæki á bakvið mér alveg saman J.K. Rowling sko. Nákvæmlega, ég segja það, þannig að bara svona ok Nína, öllum er sama nobody cares, if you love Harry Potter nobody cares Nína, shut up það er bara fínt ef ykkur annar skrifa hana já. En ert þú með kanna? Já, það er náttúrulega stór kenning það að Tupac rappari, söngvari hann ennþá lífi sé ennþá lífi, alveg svo Steve Jobs það er rauninni bara sama sönnunagögn sem að segja til það þú veist, hann á að hafa sérst margsinnis áður það var að tala það ef þú spilar sum lögin hans aftur á bak þá heyrist texti eins og bara I'll be coming back og I'm not gone og alls konar svona mystery hlutir sem að hljóma ef þú spilar plötuna aftur á bak svo líka þú veist þeir sem hafa kynnt sér tölufræði og eitthvað þannig finnst skrítið hvernig sumar tölur voru notar þú veist, eitthvað svona hann var í fangaklefanum með þetta sem að þetta lag nú með þetta og í því lagi á mínútu 7 spilar hann aftur á bak þá heyrist þetta ég ætti að plotta döðaðinn, skilju þú getur verið svo skiplaður, sko kannski, eða hann var allavega, þú veist, þetta var mjög erfitt að vera hann það voru allir að reyna að drepa hann já, hann var einmitt í þetta var mjög svona hættulegt ástand sem hann var í
en svo var ég með talað að eitthvað X-fáur, það var oft talað X-fáur hefði sé líkið, það ekki haldið jarðaför. Var ekki hérna gæinn svona sem var að kryfja hann eða þannig, líkbrennarinn, hann hætti beint eftir að hann brendi hann og hann bara ekki fundist eða eitthvað. Þannig hann fekk bara big bucks og brendi hann ekki, skilur eða eitthvað. Það er kenningin. Það er kenningin. Og líka það að hann var alltaf í bulletproof vest. Já, nema hvað þetta, eina kvöld. Ég nefnilega, ég var alveg í dattinu svona inn í bara svona, maður gera stundu, þetta maður bara inn í svona lítið vítarhing og eitthvað svona, og alveg svolítið síðan, ég datt inn í bara svona vídeo, bara Tupac Still Alive, bara hvort það hefði ekki verið 2 tíma vídeo á YouTube eitthvað. Þetta er alveg sannfærandi, sko. Já. Þetta er alveg sannfærandi ef maður horfir og eitthvað svona. Aldrei fundi líka það sem skutan, skilur. Nei. Það er bara ekkert. Nei. Mjög skrítið. Líka, að því að þetta er alveg það mikið celebrity þá ætlalega að vera að finna, morðingjan, skilur. Einmitt. Af því að, svona með við. Já, það er oft gert, sko. En svo er líka sama með Biggie, rappara sem var drepinn. Það hann hefur ekki, fyrst morðingi hefur ekki verið fundin heldur. Eða það er eitthvað svona mysteri varðandi það, sko. En við erum aftur að taka svoleiðis mál fyrir síðar. En það er einmitt kenning. Svo er annað hérna, Justin Bieber vinn okkar. En hann er sem sagt shapeshifter. Já, ég sá það. Já, hann sem sagt getur breytt sér. Já. Og hann breytir sér í eðlu. Ok. Já. Þessi orðrómur byrjaði í Ástralíu þegar var einhver ástralískur fjölmiðill sem birti frétt þetta. Og svo var hann eitt. En í þeirri grein stóð að Justin Bieber hafi verið, með tónleika og hann hafi breytt sér í eðlu upp á sviði, bara óvart, fyrir framan alla sem var að syngja fyrir. Lizard man. Já, svona lizard man. Þú veist það lizard people. Nei, hann bara svona eðla í framan, skilur. Já, það verður talað að margir sé lizard people. Já, það talað það, sko. Og eftir að þessi grein kom út og síðan, var hann eitt og eitthvað, það komu geðt margir fram sem voru á þessum tónleikum og sögðust það að sé þetta. Stopp. Og svo voru þeir sem sögðust það að sé þetta, þeir sögðu einnig að öryggisverðarnir sem voru á tónleikunum hafi hótað þeim að sparka í tennurnar þeirra ef að þau væri að taka myndir að með síman uppi. Sparka í tennurnar? Já. Keep your teeth out var sagt á ensku, þannig ég bara beinþýtti þetta. Spark. Bróta tennurnar kannski. En jafn extreme. Mjög brútal, sko. En þannig að hann shapeshifter og getur breytt sér í eðlu. Þetta lizard people, þetta var eitthvað svona, hvað var þetta aftur? Þetta er alveg big thing, sko. Já, þetta er svona fólk, þetta er alltaf sama fólki bara út bara milljón árin, skilur, Bieber þetta var til alltaf því að hann getur alltaf breytt sér. Þú veist, svo að tala að Hillary Clinton sé lizard people og ógeðslega margir. Og það eru margir sem trú þessu. Sko margir sem trú á lizard people. Jú. Við þurfum eiginlega að taka bara lizard people þátt. Ógríns. Af því að við þurfum að rýsur sér vel við það, sko. Mjög vel. Og í rauninni bara að tala við fólk sem trúi því. Að það eru margir, sko. Ég er ekki... Fá eitthvað með the big facts til okkar. 100%. Svo erum annað hérna, en Taylor Swift, hún er víst leiðtogi yfir satanískum sértrúarsöfnuði. Ég trúi. I believe it. Next one. Ok, þessi orðrómur kemur frá því að Taylor Swift er sögðu vera svo ógeðslega lík konu sem heitir Sina LaVey. Og Sina er þess að dóttir mann sem byrjaði með svona sataníska eða svona djöfladyrkandi kirkju í Bandaríkjunum. Og eða svona sértrúarsöfnu. Pappinar Sínu og Sína, þau voru mjög opinber, þetta gerðist í Bandaríkjunum, voru alveg að fara í viðtölu þannig og tala bara eitthvað, já, þú veist, við erum bara djöfladyrkandur og okkur finnst að það er líka bara að vera til útibú fyrir það fólk. Satan worshippers, ok. Já, bara eitthvað svona, þú veist, og þau voru alveg, þannig að það er til mikið af myndum af þessari Sínu og viðtölum og svona, þú veist, hvernig við sér þarna. Og fólk finnst Taylor Swift og Sína vera bara allt of líkar fyrir það að þetta sé í raun tilvílun. Það er ekki hægt að halda í fram að Sína sé endurfætt í Taylor að það eru báðar á lífi. Já, meinar. Já. En hún Hvað er það bara klón þá, eða? Nei, eða bara í raun að, þú veist, Sína bara, þetta sé bara svolítið svona Hannah Montana Miley Cyrus dæmi. Bara sama manneskjan. Þetta er bara sama manneskjan og Sína bara vinnur stundum við það að vera Taylor Swift og ná fólki. Veitu, hvað er hún gömul? Hver? Þessi Sína. Það veit ég ekki. Það er ekki að tala Já, hún var gömul, sko. Já, hún er eldri en Taylor Swift, sko. Já.
En þú veist, ég meina, það greinlega skiptir enga máli, allir að ljúga aldrei þinn. Og Hannah Montana. Já, en fattur hvað ég meina, þú veist, að hún sé í raun bara, þú veist, að hún sé bara leiðtogi yfir satanískum sértrúarsöfni, þú veist, hún bara sína. Já, það getur verið. Já. Getur hann alveg verið. Svo annað en það að Heath Ledger, Jack Nicholson og Jared Leto The Curse of the Joker. Hafa allir verið andsettir af Jokerinn. Hefur þú heyrst þetta? Já. Ég hef heyrst þetta. Mikið. Hef ég heyrst það? Já. Ég náttúrulega hef ekki séð Batman. Nei. Ég hef ekki séð Batman. Ekki neina? Jú, einhverja eina held ég. En það til mynd sem heitir bara Jokerinn, eða ekki? The Joker. Jú, nýja. Já, ok. Með Heath. Nei, með hvað heitir hann? En hvað heitir myndir sem að Heath leki? Manstu það? Það Dark Knight. Já, ég veit ekki, ég man ekki hvort ég að sé hana. Það bara mest iconic bara Batman-myndin, sko. Já. Á okkar tímum. Allavega ég þarf að tjekka betur á þessu. En allavega þessi kenning heldur ég fram. Ég náttúrulega bara rannsaka þetta og þannig að þú getur komið með input inn í. Já. Því að þú ert aðeins meira Batman megin í lífinu en ég. Örlítið. En þessi kenning heldur ég fram að Heath Ledger hafi í raun og verið dáið af því hversu illa andsetin hafi verið að karakterinum Jókerinum og í raun að Jókerinn eða þeir sem hafa leikið Jókerinn hafa allir fundið fyrir og allir orðið andsettir. Meira segja leikararnir sjálfir trúi þessu. Já. Af því að Heath Ledger talaði þegar hann var í tökum fyrir þessa bíómynd að hann gæti einungis sofið í 2 tíma á dag hverja nóttu. Já. Þess 2 tíma á hverja nóttu út af því honum fannst hann bara svo heldtekinn af karakterinu sínum. Jack Nicholson sem lék Jokerinn á undan hann talaði eitt þetta og sagði að hann hafi sagt við Heath Ledger þú veist, farðu varlega. Hann var hann við. Já, ég að vara við þetta heldteku þig. Jared Leto sem þá nýjasti Jokerinn í rauninni. Nei, næst nýjasti. Fyrir utan þá hann lék í Suicide Squad. Já. Það einmitt að tala um það að talað að hann hefði breyst svo mikið á setti þegar hann var að leika Jokerinn og hann hefði verið ógeðslega mikið verið að stríða samleikurinn sínum og meiri segja, Sunneva, senda þeim dauð dýr sem eitthvað djók. Ég þetta. Þetta rosalegt, sko. Ég trúi þessalega pínu. Já. Ég held að karakterar þetta svo rosalega mikið hlutverk, sko. Þú þarft að standa og líka svo mikið pressa úr komik heiminum að gera þetta hlutverk bara rosalega vel. Þannig að ég held að ég trúi þessu, sko. Já. Þetta alveg case sem að hefur gerst við marga sem að leiki í bíómyndum og það væri bara efni í gegn þátt, sko, því að eins og ég veit bara hefur séð The Exorcist, bara gömlu myndina. Já, eitthvað tímann. Okay. Ég hata svona myndir. Já, hún ógeðsleg. En sú stelpa sem að lék það, sem að lék grunni stelpuna sem var andsettin af hverjum ógeðslegum djöfli. Hún var í rauninni bara lokuð inn á heimili eftir hlutverk sitt, sko. Oh my god. Mátti ekki horfa í speil á meðan tökum stóð yfir, bara að hún svo ógeðslega hrædd við sjálfa sig. Og það sko alls konar svona sögur. Wow. Herra, við tökum bara þáttum með þetta. Það verður svolítið bara svona creepy þáttur. Halloween. Hvernig verður það? Svo ég með annað. Ert þú með meira? Nei, ég var með Curse of the Joker næst, þannig að ég búin. Ertu búin? Ok, Lindsay Lohan. Já. Hún á sér að dáin tvíbura. Já, Parent Trap. Já, kenningin, það ekki fyndi, en samsverðskenningin heldur ég fram að Lindsay hafi átt tvíbura og þeir sem trúa þessu halda ég fram að þegar Parent Trap myndin kláraði upptökur 1998 þá hafi raun tvíburi Lindsay sem var að leika á mótinni dáið í hræðilegu bílsleysi og að því að Disney vildi ekki gefa út þessa mynd og promóta þessa mynd með barni sem var nýdáið að þá földu þau það að þessi mannski hafi verið til og greiddu bara fjölskyldunni það mikið pening að þetta var bara falið og héldu því þess vegna fram að Lindsay Lohan hafi leikið bæði hlutverkin. Þetta er mikið bull. Ég held að þetta er bull. Já. Og af hverju ætti ykkur að taka pening fyrir að þykjast að barnið þetta dáið? Það nákvæmlega. Það er bara galið. Það er náttúrulega bara, það er fáránlegt. Það er engin peningur sem er að fara að koma í staðinn fyrir það, sko. Nei, engin. Og fólk sem heldur þessu fram og trúir þessu segir raun að eina sönnunum sé svo að raun Parent Trap, þú veist, eftir að Lindsay var svolítið eldri að þó hann fari í mikla neyslu og rugl sem náttúrulega bara satt, skilur og það hefði verið í rauninni stafað út af þessu
út af því hún er að reyna að syrgja tvíbura sinn. Já. Sem má ekki tala um. Sem má ekki tala um, sem að Disney borgaði fyrir að þagga niður. Já, þetta er nú meira. Þetta er kenning. Já. Og svo náttúrulega bara, kannski kenningarinnar er bara Illuminati. Já. Að við erum bara að bíða með þetta til endana því að vonandi er bara algoritm hjá Illuminati hættur að hlusta þetta. Ef þú ert Illuminati, hættu að hlusta. Já, please, við erum að fara að tala um þig. Keep on scrolling. En Illuminati er í raun og veru, ég reyndi að kynna mér þetta, það er ekki hægt að lýsa þessu með orðum hvað þetta á að vera. En basically á þetta að vera bara sértrúar söfnur, eða bara söfnur af fólki, af mjög valdamiklu fólki. Og að þetta fólk, sé það valdamikið, að þau ráða basically öllu. Og fólk sem hefur verið talið vera innan Illuminati er alveg, þú veist, það fyrir Beyoncé og Jay-Z og það, en fyrir líka alveg Adolf Hitler og Obama, skilur. Oh, wow. Það er talað bara valdamestu fólk á öllum sviðum. Þannig að það sé innan Illuminati og það komi að mjög mörgum stórhlutum sem hafa gerst eins og morðið á Kennedy og morðið á Whitney Houston og alls konar svona fólki sem hafa kannski neitað að joina Illuminati. Já. Það er svolítið svona sértrúar söfnur af valdamiklu fólki sem vilja ráða heiminum eða ráða heiminum. En mér finnst þið sértrúar söfnur yfir höfuð ekki bara ekki spes, en ég er bara svo forvitin. Tell me more. Alvörni, þú veist eins og bara til dæmis íslenski sértrúar söfnurinn frímúrar. What the fuck you doing over there? Ég sé ekki hugmynd, sko. Nei, auðvitað vitum það ekki, það má ekki segja neitt. Nei. En hvað heldur þú? Ég hef ekki hugmynd, sko. Ég get ekki svona komið dæmi. Ekki heldur. Ég held, ég er 100% að búið það til, en af því að það hefur aldrei frest hvað er gera. Veist, og kannski gera það ekki neitt og þess vegna hefur ekki neitt frest. Kannski er þetta bara það boring, kannski hittast þið bara og fari Olsen eða eitthvað, já. Og þess vegna hefur aldrei frest neitt hvað er gera þeir gera ekki neitt merkilegt. Kannski. En kannski er það þannig að það hefur aldrei frest neitt hvað er að gerast innan þennan hóps að því að þeir hafa eitthvað ákvörðan annan. Getur verið. Þannig ef þú joinar svona Sunna, þú þarft að segja mér þú náttúrulega mátt ekki joina að þú ert ekki kallmaður sem er gett sökkað. Boring. Já, gett boring. Þannig að ef segjum að þú verið kallmaður og verið joina og þá myndi ég segja bara Sunna, þú verið að segja okkur stærsta leyndamáli sem við getum notað gegn þér. Hvað á að geta eitthvað það stórt leyndarmál? Nei. Þurfur þetta að vera eitthvað svona krimmara? Kannski þetta að gera eitthvað. Svona brotherhood dæmi. Oh my god, kannski þetta að gera eins og þú veist, ég veit ekki. I don't know. En allavega, þú veist, það eru margir sem halda því með frímúrana að þetta hefur aldrei, því sé margir ekki bara tala sjálf um, ég hef alveg heyrt einhvern annan segja það. En að bara þetta sé þannig að þeir hafa eitthvað gegn hvort öðrum og þess vegna aldrei neitt frest. Interesting. Já. Aldrei heyrt neitt um það? Nei, auðvitað ekki. Nei. Ekki heldur. Það má ekki heyra neitt. Þú hefur heyrt eitthvað, ég hef ekki heyrt Já, ég hef bara heyrt svona slúður, skilur. Já. En ég hef ekki, en það er bara því ég er búin líka að vera svona forvitin. Ég er alltaf svona forvitin með allt svona, ég spyr alla og ef ég hef fréttað ykkur á einstaklingi fjölskyldu sem er í þessum samtökum, þá er alltaf bara, veistu eitthvað? Alltaf bara, nepp, það veit ekki neitt. Hann mátti ekki við neitt. En svo líka sértrúarsöfnurinn bara Vísindakirkjan. Hún er mjög hættuleg í Bandaríkjunum. Það er talið verið þannig. Tom Cruise og eitthvað er í Vísindakirkjunni. Já, alveg rétt. Já, alveg rétt. Það er alls konar maður. Ég er allan til þess að loka þessu umræðumni kannski. Ég er alveg sammála því að þessar stjörnur sé að fela helling af hlutum frá okkur. 100%. En hvaða er eitthvað sem við vitum ekki? Nei, og kannski bara eitthvað sem kemur okkur ekki við. Já, við viljum sem vita. Nei, það kemur okkur ekki við, auðvitað ekki, en ég held að alveg sé eitthvað sem við vitum ekki. 100%. Ekki? Ég held að við vitum ekki neitt, sko. Við vitum svona 10%. Bara eins og með sjóin. Við vitum bara 10% what the fuck's going on in there. Herru, en við spurðum fólki. Herru, við spurðum gestina. Við spurðum tebógestina á Instagram. Hvernig orðuðu við spurninguna? Herru, við segum klikkuðustu samsæriskenningar eða úr Hollywood sem þú hefur heyrt. Ok, ég var að fara við svörin. Ok. Ok, við erum bara að byrja neðst. Já. Takk þú fyrst það. Avril Lavigne sé dáin, eins og við tókum fram. Já, hún sé raun dáin.
B og J Illuminati, þannig verið að referensa í Beyoncé og Jay-Z. Myndir ekki segja það? Ég myndi halda. Já. Ekki BJ. BJ Illuminati. Já. Við erum bara að segja þetta of oft í þáttunum, hann mun týnast, sko. Ég hrædd það, sko. Það hefði að hafa svona voice recording af hérna í símanum okkar. Já. Ef þessi þáttu týnist svona, ég sver þig guðs. Þá tökja upp nýjan. Þá reynum við þetta aftur. Já. Já, svo skrifað hérna Pizzagate. Þetta mjög alvarlegt málefni. Ég veit ekki nógu mikið þetta, sko, til þess að fara í dítil þetta, en þetta tengist pizzastað í Bandaríkjunum og þetta var talið að þetta tengist á einhvern hátt valdamiklu fólki og eitthvað með sölu á börnum. What the fuck? Já, og margir voru kendi við þetta. Ekki Jay-Z, jú kannski. Allan að Chrissy Teigen og John Legend voru kendi við þetta. What? Af því að þú veist það átt að hafa sérst eitthvað mynd í þarfinu, bara kynna mér það mál betur. En þetta svolítið svona Jeffrey Epstein sem við veitum samt að það satt. Ég ekki að segja að það sé samsæriskenning, en það var svolítið svona þannig, þetta var svolítið svona sick. Já, meinar. Já. Takk þú næsta. Að margar konur fari frekar í keisaraskurð svo líka með verði ekki ljótir eða eitthvað. Já, þá að tala um hún hlýtur að tala um surrogate. Já, hún hlýtur að tala um að margar konur noti staðgöngum svo líka með verði ekki ljótur. Það voru að vera, þú veist, já, ég efast að það sé mikið að þeim sem gera út af útliti. Örugglega einhverjar. Örugglega, alveg 100% alltaf einhver. En vissulega þetta örugglega mestu magni út af því að það eiga erfitt með eignast, þú veist, verða ólítar. Já. Og þá þetta bara geggjulaust. Já. Einhver segir hérna bara að þau eru í Illuminati, þá erum við að tala um allir í Hollywood. Já. Svo þú taka næsta? 27 ára samsæriskenningin. Já, með að allir degi 27 ára. Bara allir heiminum? Nei, hérna allir þessi frægustu. Eins og hérna, það dotti úr mér hvað hann heitir. Söngkonan sem var alltaf með að gera svona svart hár dögt svona hérna upp. Amy Winehouse? Amy Winehouse, hún dó 27 ára. Það eru gett margir hérna sem hafa dáið 27? Já, sem hafa dáið 27 ára sem eru gett hérna, þú veist, einhverju Rolling Stones og hérna ég reyna að komast inn á einhverju síðuna. Jim Morrison, þú veist, Kurt Cobain dó 27 ára. Þannig að það sé talað um að það sé eitthvað fyrir frægasta fólkið. Já, það er einhver kenning. Ekki lucky numbers. Já. Ok, já, þannig aftur alveg mín, svo Free Britney. Fór náttúrulega ekki það, en ég náttúrulega bara tel það bara ekki vera samsæriskenning. Nei. Við vitum að hún ekki búin að hafa forræði við sjálfu sér. Pappinar hefur haft það í mörg ár. Átti ekki síma, þú veist, mátti ekki iPhone. Ég að hafa þessi mjög skringilega á samfélagsmiðlum og við getum bara öll séð það. Þú veist, hún er til dæmis búin að posta sömu myndina af sér 15 sinnum með mismunandi filtra. Já. Ekki röð, hún eyði þeim. Já, ok. Þetta ekki að skríti. En það sé allan að Free Britney kenningin sé náttúrulega bara að hún sé hérna já, henni vantar bara basically hjálp. Og hún sé bara föst, hún sé bara eitthvað puppet af pappa sínum og eitthvað. Það var líka eitthvað samsæriskenning að hún væri með hérna fossetanum, hvað með eitthvað var það? George Bush eða eitthvað? Nei, ekki Bush. Hver var? Bara Marilyn Monroe dæmi? Nei, ekki það, langt fram. Hvenær var? Hvað er til Bush? Það geta alveg verið. 2008, hver var þá? Ég segjum bara Bush og hættum að bælja þessu. Það var sagt að hún var með fossetanum sem var þá, ég man ekki hvað það var. Það var ekki, já, nei, ok, bara segjum það. Ég veit ekki, alltaf ekki að googla það. Nei. Ok, og alltaf þegar eitthvað gerði sem að hann þyrfti að fela, þá fór hún að gera eitthvað skandal, fór að misti barnið sitt í jörðina, fór að raka þessu hausinn og gerði alltaf eitthvað þetta, því hún var eitthvað viðtal við hana sem hún var bara, við tristum fórsetanum, við gerum alltaf fórsetin vill og eitthvað, og svo alltaf á sama degi sem eitthvað gerist, þá kemur skandal hjá henni. Já, þá kemur hún svona að reyna að taka aðteglina. Og það sama kenning á við Obama og Miley Cyrus. Aha. Já. Eins og þegar á tímabilinu sem að Miley Cyrus var að gefa út Wrecking Ball og var svolítið svona bara talið mér á svolítið wild af, þú veist, the judgy people í Hollywood, skilur. Þá að tala um að hún væri að vinna, þetta heitir sleeping agent,
að hún var að vinna fyrir Obama í rauninni að vera með skandala leið og eitthvað pólitískt málefni var í gangi. Það var Bush sem var 2008. Ég var það veit Okay. En þannig að sama má segja með Miley og Obama. Þetta líka kenning sem að fólk margir trúa. Því að hún tók bara eitthvað svona, að því að svo núna hún back to normal, eða svona þú veist, ekki normal skilja, núna hún ekki verið að tala verið eins og wild og hún var. Hann True. Svo að Kylie Jenner væri að ganga með barn Kim og Kanye. What? Já. Ég var aldrei heyrt þetta. Nei, ég hef ekki heyrt þetta heldur, en þetta kenning sem ykkur hefur heyrt. Eða Kylie og líkamsvörður hennar var alveg foreldrar Stormi. Já. Hefur þú heyrt þetta? Já, að þessast, hún átti bara svona öryggisvörð, já, sem að svo ógeðslega líkur Stormi. Nei, hættu. Jú, veist, það Oh er my alveg God. satt, skilur, þú veist, að til ykkur ein mynd sem þau eru bara gett svipuð, bara svona andlitsfalli svipað. Já. Þannig að hafa að tala að, þú veist, hún hafi verið eignast barnið með honum, en ekki með, Travis Scott. Æ, stopp núna. Já. Líka hún var dóttir Tyga en ekki... Já, Stormi væri dóttir Tyga, eða að Stormi væri dóttir Kylie og security guard mennar, já. Ég held hún sé ekki dóttir Tyga. Nei. En en það vissulega kenning, tökum það ekki að okkurum. Að Paris-ránið með Kim K væri ekki satt. Já, það eru margir sem trúi þessu. Þetta væri eitthvað fraud og þetta væri eitthvað bara til að ná athygli og allt sem var sagt. En það vissulega fólk verið handtekið fyrir þetta. Einmitt. Það hefur verið, þú veist, fundið sönnunargögn og það voru of margir í þessu máli til að geta, þau geta borgað geðað mikið af fólki, en það samt situr fólk inni fyrir þetta. Einmitt. Og þess vegna held ég að það sé ekki rétt. Af hverju ætti það að vera hoaxsamt? Eitthvað fyrir bara athygli og peninga. Vá. Þú veist, það er náttúrulega þessi hringur sinn hefði Já. verið tekinn, skilur, það var eitthvað, því var haldið fram. En já, Þetta var þáttur. Þetta var stútfullt Já. samsæriskenningar í Hollywood. Vonum að þið fá að hlusta. Ég vona að þið heyri þetta. Og ef þið heyri þetta ekki, þá bara... Ef þið eru að hlusta, blíkt þessu. Já. Og ef þið heyri þetta ekki, þá bara Illuminati, ég vona að þú skemmtir. Já. Fórum við með rétt mál, eða? Var þetta skemmtilega þáttur? Illuminati er að hlusta og blíka þessu. Þau blikkar líka í augunum. Það var Það er bara alltaf daginn. Með opinu augum og stara á alla. True. Herðu, þetta var góð þáttur. Góð Það þáttur. styttist í Halloween eins og við sem aðan. Það verður æsi spennandi. Yes sir, mjög spennt. Ég er spennt að sjá hvort að fólk muni klæða sig upp og taka myndir. Ég vil sjá þetta klæða sig upp, sko. Ég ætla að klæða mig upp. Já, Þú ætla að klæða þig. við erum að klæða okkur upp saman. Og svo bara gleðileg jól og allt það. Nei, Sjáumst í næstu viku. Sjáumst á þriðjudaginn.